Já, þessi ekki 1-1 jafntefli í dag, hvernig líður eftir leikinn? Mér líður bara nokkuð vel. Mér fannst allt sem við einhvern veginn ætluðum að kalla fram í liðinu tókst. Hrikalega ánægður með einhvern veginn hvernig við nálguðumst þennan leik. Hugarfarslega mikil baráttu í liðinu, mikið hjarta og vinnusemi, menna að gefa og skilja allt eftir hérna á vellinum. Hvernig finnst þér leikur svona spilast í dag? Við náttúrulega lágum tilbaka fyrir hálfleik, ætluðum að breyka á þá. Fannst ég gera það vel, fá mjög klöðulegt mark á okkur, einhvern veginn skot í leikmann og í stöng og frákast og eitthvað svona. Þá leið mann sem eins og að væri típist við að liði í brekku að fá svona mörk á sig. Við vorum að tala um það að við ætluðum að bregðast betur við því að fá okkur mark og gerum það svo sannlega í dag. Létum ekki á okkur fá, héldum í það sem við ætlum að gera. Mér fannst við fá fullt af svona sensum til þess að breyka og gera eitthvað í skyndisóknum, þannig að mér fannst þau alveg hættuleg. Mér fannst þau að einhverju leyti við, þó að þeir hafi stjórnað leiknum á boltanum, við bara fá nokkur áleitleg upplöp. Sér að hálfleik ákveða við að setja aðeins á það, stíga aðeins á það. Mér fannst það virka frábærlega, mikil orku í okkur, settu það í vesen, þeir náðu ekki takt í sitt spil, þannig að mér fannst þeir svona taka aðeins yfir leikinn að því leitinu. Þjórum aðeins að þeim á þess að skapa alveg nægilega mörg færi, en fannst svona sanngjarnt að fá þetta víti og skora úr því og eftir það náttúrulega bara eru menn orðnir þreyttir, margir að spila fyrstu leikina svona einhvern veginn í byrjunarliði og kannski óvanlega að spila 90 mínútna leiki, þannig að eðlilega voru við svolítið þreyttir í lokin, en stóðum það mjög vel á okkur, svakalegt hjarta og stemming eftir liðinu, þannig að því leitinu ég bara svakalega ánægður þetta. Mér finnst þið að fyrir þennan leik, þá tapir 7 leiki í röð. Hérna, er það betri frammistaða bara með þú lítur á með þessa síðustu 7 leiki? Já, bara himinn að hafa í hugafari. Spilkaflarnir er ekkert eitthvað margir hérna á grassinu, en mér finnst þið bara allt annað. Miklu betri varnarleikur, miklu betri að hugafar, miklu meiri vinnusami, grunngildi nátt í lagi. Þannig að, já, bara himinn og haf frá síðustu leik og síðustu leikum. Þetta eitthvað til þess að byggja ofan á? Já, ég meina, við fórum í ákveðið svona restart hérna í vikunni. Ákveðum bara að fara aðeins kafa djúpt í grunngildin og hvaða þýðir að spila fyrir Þór og hvaða þýðir að spila í efstu. Það þarf að gera margt sem við erum ekki búin að vera að gera í síðustu leikjum, þannig að 100.000% eitthvað til þess að byggja nú. Valur næst, þeir eru búin að spila á móti þeim, hvernig leikast það búist þið? Bara öðrum góðan leik. Ég meina, já, bara leik eins og hverjum öðrum. Ég hef bara ekki velt í hennu svona fyrir mér. Þannig að svo kemur Kristján Greco tilbaka, hversu stórt er að fá hann? Já, mjög stórt. Við fáum Bjarna Guðjón tilbaka, ég myndi segja við fáum Ragnar Óla tilbaka, við fáum marga leikmenn held tilbaka. Það verður svona kannski töluvert öðruvísi hópur strax í næsta leik heldur en hefur verið í dag og síðastleik. Aðeins Einar Freyr, þú hélst þar þrátt fyrir að mist víti, þá heldur hún ennþá á vítapunktinum og treystir alveg? Já, og það bara þannig íþróttamaður, þannig þengjandi að hann bara gæti ekki beðið eftir að fara aftur á punktinn og sýna að hann sé með alvöru hugafar og auðvitað einhvern veginn langar því sem þjálfara og sem liða að hann fá að gera það.